Góði gestir, mér langar að bjóða ykkur öll hjartanlega velkomin. Ég heiti Ólöf Kristín Sigurðardóttir og safnstjóri Listasafns Reykjavíkur og gaman að sjá hvað vel mælt. Við erum að tína saman kolla, það opið hérna uppi og það hægt að ná sér í stóla og setjast upp á annarri hæðinni og setjast hérna á svalirnar ef þið viljið til ykkur. En bara verið hjartanlega velkomin. Það safnanótt í söfnum á höfuðborgarsvæðinu og opið fram eftir kvöldi. Það ýmsu tjálta til í Safnhúsi Listasafns Reykjavíkur og opið til klukkan 11 hér í Hafnarhúsi, í Ásmundarsafni og á Kjarvalsstöðum. Það eru fjölbreytt dagskrá, leiðsagnir, samtöl við listamenn, skyggnst á bak við tjöldin og bara dansi, ball og drykkjuskapur ef mönnum hugnast svo. En ég hvet ykkur til að kynna ykkur dagskrána og nýta kvöldið. Það eins og ég segi, opið til klukkan 11. Við hefjum leika hér í Hafnarhúsinu með nýrri sýningu og samtali verk Ragnars Kjartanssonar Heimsljós. Líf og dauði listamanns. Þetta umfangsmikil kvikmyndainnsetning á 4 skjám, unnin upp úr skáldsögu Halldórs Kiljan Laxness Heimsljós, sem hann skrifaði á árunum 1937-40 en Ragnar vann sitt verk 2015. Heimsljós fjallar alþýðuskáldið Ólaf Kárason ljósvíking. Ævi hans var mikil þrautaganga en hann þráði það eitt að vera skáld, trúði á listina og leitaði alla tíð að hinu fagra, kraftbirtingar hljómi guðdómsins. Verkið varpar fram spurningum eðli listarinnar og hlutverk listamannsins í samfélaginu. Heimsljós Ragnars byggir á skáldsögu Halldórs og ég vona að þau sem hér sitja, þar að segja, ég bjóst þau sætu þarna en þau standa hérna. Ragnar Kjartansson, Hildigunnur Birgisdóttir og Halldór Halldórsson eigi eftir að fræða okkur verkið og tilurð þess, hvernig þetta stórvirki bókmenntaverkanna varð fyrst að löngum gjörningi sem fól í sér bæði kraft leikhússins og kvikmyndagerð og síðan þeirri kvikmyndainnsetningu sem við höfum sett upp hér í A-salnum og opnum á eftir. Það nú stundir oft talað það að virði lista og skapandi greina sé mikið. Það að segja, og þá menn að tala þá staðreynd að hver króna sem sett í listir skapi 3 aðrar. Og þannig sé virðisauki listarinnar í samfélaginu. Hér upplifum við annars konar virðisauka í listum. Listaverk sem kveikir annað listaverk og þannig til menningarlegs virðisauka. Í haust ætlum við hér í safninu í samstarfi við Gljúfrastein, hús skáldsins, að setja upp málþing þar sem einmitt fjallað það hvernig sköpunarverk hans hafa innblásið aðra listamenn en í ár einmitt 70 ár frá því að Halldór Kiljan Laxness hlaut bókmenntaverðlaun Nóbels. Heimsljós, líf og dauði listamanns eftir Ragnar Kjartansson nú hluti af safneign Listasafns Reykjavíkur og þannig varðveitt ókomna tíð. Það fyrst sýnt hér árið 2017 á yfirlitssýningu sem safnið stóð fyrir list Ragnars. En þegar safnið eignaðist verkið var það með veðlegum stuðningi velunararsafnsins Sigurðar Gísla Pálmasonar sem sannarlega hefur stutt safnið til margra góða verka þegar kemur því eignast mikilvæg listaverk og kunnum við honum bestu þakkir. Áður en ég gef orðið Markúsi Þór Andréssyni sem ætlar að reyna að stýra samtalinu hér á eftir og þá langar mig að þakka Markúsi og öðru starfsfólki safnsins fyrir vandaða vinnu við uppsetningu verksins en einnig Ragnari og hans teymi. Ég vonaði að þið eftir að njóta verksins
og einnig hafa gaman að því að skyggnast með þeim félögum á bak við tjöldin við gerð verksins. Góðu gestir, ég bið ykkur að njóta kvöldsins og góða skemmtun og safnanótt. Já, komið sæl, gleðilega safnanótt. Markus heiti ég og ætla að eins og Ólu réttilega orðaði að reyna að stýra þessu samtali. Go Kevin! En við erum komin hérna með alræmda athyglisjúklinga í pontu sem að eru að stórum hluta ábyrg fyrir þessu stóra og fína verki sem að þið getur núna notið hérna inn í A-sal. Verkið sem sagt þannig samsett að það alveg ógreinir fólk sem kemur að því og þau eru öll tiltekin á þar til gerðum upplýsingabæklingi, þannig að það gaman að sjá bara hreinlega fjöldan sem kom að þessu. Hérna bara einvala lið sem að geti kannski kynnt sér sjálft ef við byrjum á þér, Halldór, og aðkomu þinni að þessu verki. Já, ég heiti Halldór Laxness Halldórsson og ég var einn af þeim sem skrifaði bókina út í handrit. Við sem sagt Strakki fekk okkur í þetta og ég held ég hefði meikað það en átti þá eftir að komast að því að þau eru ekki serious people og fyrsta verki var að skrifa handrit úr bókinu. Það voru ég og Ragnar Helgi og Ragnar sem deildu með okkur bókum þarna og við Ragnar Helgi heyrðum svolítið og bárum saman bækur okkar og svo komst það að Raggi var náttúrulega ekki búinn að skrifa neitt og hann hafði skrifið um 3 síðustu bókina og svo lék ég Pétur Pírós og eiginlega lék ég annan hlutverk sem var geggjað. Ég var yfirsmiður á leikmyndinni og ég var ekkert að þá allavega sérstaklega ekkert svo lunginn smiður en fólkin á safninu var sagt að ég væri eitthvað besti iðnaðarmaður Íslands. Þannig að það voru allir lofandi hræddir við mig og ég var bara að færa ykkur á ryksugur frá hægri til vinstri og það var svona mitt helsta hlutverk ásamt í að vera bara í stuði sko. Já, en þú Hildigunnur? Já, ég heiti Hildigunnur Birgisdóttir og ég kom ekki að handritavinnu, ég fekk símtal í háskóla þar sem ég var að stunda heimspeki og var spurð hvort ég vildi ekki örugglega leika í Heimsljósi út í Vínaborg og að mitt hlutverk væri Ólafur Kárason sem barn. Þannig var ég orðin móðir og fullorðin kona og ég sagði já. Og ég smá hissa að heyra Dóra lýsa sínu hlutverki því ég hélt að ég væri yfirsmiður. Það var hitt hlutverki sem ég hafði, það var yfirsmiður. Ég náttúrulega önnur kynslóð leikmyndasmiða. Pabbi minn stofnaði fyrirtæki hér í bæ sem hét Sviðsmyndir. Þannig að já, þetta eru falskar fréttir sko. Það fennir í sporin, það eru 10 ár síðan. Ragnar, hver þín aðkoma að þessu verki? Mín aðkoma að þessu verki er svo að Heimsljós, ég bara dálítið alinn upp af Heimsljósi að faðir minn og Kjartan Ragnarsson, hann tvisvarsinnum gert leikgerð að Heimsljósi og þetta bara svona, á mínu heimili hefur þetta verk alltaf verið dálítið biblía og síðan hefur þetta í rauninni verið eins og biblía að þetta verið svo við dánarbið ættmanna hefur verið lesið upp úr Heimsljósi og þetta bara svona þessi bók bara hefur verið mitt leiðarstef í listinni alltaf og svo kom boð frá TPA 21 safninu í Vínaborg að gera verk, einhvers konar performanceverk og þá var bara eitthvað svona, nú gerum við Heimsljós og hann pabbi gamli hann alltaf talaði að Heimsljós var eins og skylt Chaplin myndunum að Halldór Laxness hlýti hafa haft flakkara Chaplins í huga þegar hann var að skrifa Ólaf Kárason og þá var einhvern veginn kom þessi hugmynd að reyna bara að filma Heimsljós bara eins og Chaplin myndina voru filmaðar bara það sem bara kameran bara stilt upp í ramma og svo bara senan leikinn og svo önnur sena og önnur sena og þetta var í rauninni hugsað til þess að búa til gjörning sem væri, þú komst inn á safnið í Vínaborg, þá vorum við þarna á fullu að búa til Heimsljós sem er
þrána til þess að þrána að fegurðarþrána og við vorum þarna öll í fegurðarþrá að reyna að ná fegurð heimsljós með leikmyndum, tónlist og þú veist, þetta var við smíðum leikmyndunar á staðnum. Kjartan Sveinsson var að semja tónlistina á staðnum og hún var spiluð live á meðan við vorum að leika og þetta var bara svona, þetta var algjört svona, já, mér alltaf fundið svo ógeðslega heillandi eins og sögurnar bara, þú veist, þegar við erum að taka upp Fellini-myndirnar og það er bara einhver hérna, hvað er aftur íslenska orðið mayhem? Glundroði. Og þannig að þú gekkst inn í Yfirsmiðurinn. þegar þú gekkst inn í safnið komstu bara inn í þennan heimsljós glundroða og síðan þetta verk var svona einhvers konar leið til þess að fanga þennan glundroða og náttúrulega við reyndum, það var alltaf hugmyndin til þess að þetta geti gengið upp var að við vorum að reyna að gera alvöru bíómynd. Þegar við þurftum að ljúga því að okkur, því að ef við hefum verið að gera einhverja myndlistarinnsetningu þá hefur við verið miklu afslappari og ekki jafn umgunarverð. Nei, það þurfti að ná senum. Já, því við vorum að klára bíómynd. Þetta svolítið áhugavert, þeir sem voru hinum megin borðs, hversu skýrt var þetta fyrir ykkur hvað þið voru að fara út í? Þetta virðist vera voða skýrt í kolli Ragnars núna. Þetta var ekki skýrt í kolli Ragnars, sko. Höfum það alveg á hreinu. Sko, þegar að tökuáætlunin lá fyrir á þessari kvikmynd og það var fengin bara alvöru gæi til þess að gera hana, þá var ljóst að það yrði að vinna líka á frídögum. Og það var eiginlega þá sem þessi innsetning var hvað skrýtnust þegar það var enginn að horfa á hana, skiljiði. Og við vorum bara ein þarna að djöflast og það náttúrulega gerðist á einum tímapunkti að við, eins og gerist í hverju einustu leikhúsuppsetningu allstaðar í heiminum, að við hópurinn, við heldum að við værum með gull í höndunum. Við heldum að við værum með alvöru bíómynd sem myndi bara slá í gegn. Og hvenær rennur það upp fyrir þér og ykkar teimi að þetta svo ekki eða hvað? Við bara sáum bíómyndina, sko. Það var klift bíómynd. Við kliftum bíómynd upp úr þessu. Þetta var svona þegar verkið var að finna sér form að þá kliftum við bíómynd og svo var ákveðið að horfa á hana hjá Sirri og Kjartani í Landnámssetri á loftinu og það var smá sjokk að sjá bíómyndina. Halldór, það er haft eftir þér? Já, það er sagt að ég hafi sagt að afi minn hefði skotið sér í hausinn þegar hann séð þessa mynd, en hérna... En þetta var svona ljósblá erotík ofbeldisaga. Eins og svo margar íslenska kvikmyndir. Já, en hún var samt verri einhvern veginn og hérna... Miklu. Já, þetta var heavy, sko, og ég man að þetta átti að vera veisla og það fóru allir bara hátta eftir þetta, sko, voru allir alveg, já, það er aðeins að melta þetta, sko, og Þetta finnst mér rosalega skemmtilegt fyrir listfræðinga framtíðarinnar, stærsta leyndarmál íslenska listasögu, það er að finna þessa kvikmynd og vinna þess upp úr því. Eða hvað, er hún til eða þá? Hún er það minni. Hinn samklipta, hvað, 2 tíma mynd eða hvað var það? Samklipta mynd. Hún var aðeins og löng líka. Hún er falin, sko. Okay. Og svo náttúrulega var, sko, þú veist, svo var bara alltaf þessi, þú veist, ég var alltaf bara með eitthvað svona, hvað heitir það, Fitzgerald og dæmi, þetta er bara eitthvað, þetta er geðveikt. Og það verður að gera eitthvað úr sig og svo kom þessi bara í rauninni mjög einfalda hugmynd sem var að þetta eru 4 bækur, að þetta væri bara 4 skjár og allar tökurnar, þú veist, allt sem við tókum upp, öll þessi þrá eftir að ná góðri töku, þú veist, þetta er mörg atriði tekin upp aftur og aftur og það er alltaf jafn sorglegt. En að saman myndi þau verða að einhverju svona kúbísku málverki af skáldsögunni. Af því að í rauninni, af því að skáldsagan er fegur og þrána og við vorum þarna í og aumingja. Nákvæmlega, nettopp. Og þú veist, og síðan sko þú veist, þetta er mjög skrítið verk en þú veist, ég hef gert mjög mörg listaverk en þetta er uppáhaldslistaverkið mitt af mínum listaverkum. Ég veit að kannski ekki mjög margir mér sammála en mér finnst þetta er svo margt í þessu sem er bara nákvæmlega það sem
einhvern veginn ég hef þráð að vilja segja í listinni og það er allt þarna í heimsljósi. Það er alltaf gaman að fara núna fyrir ykkur kæru gestir að sko upplifa verkið eins og þau eru að lýsa því. Það er alls ekki eins og línuleg kvikmynd heldur einmitt einhvers konar kúbísk afbygging eða ég veit ekki, já, einhvers konar ástand. Við talaðum þetta svolítið sem ástand og maður þurfi að ganga inn í eitthvað són, svona bæði hljóðheim og svo myndheim einmitt aumingjaskapar og ofbeldis og svona vankunnáttu, vangetu. Aumingjaskapar og ofbeldi og svo er þetta rosa mikið mikið keleri í þessari mynd líka. Svolítið nekt. Og já, það er bara allt í gangi. En það sem er líka, þú veist að hún er náttúrulega, þegar við vorum að gera þetta í Vín, að þetta er sko Halldór Laxness á ensku. Að því við héldum að fleiri myndu skilja þetta á ensku einhvern veginn og heimurinn myndi leggjast flatur fyrir framan okkur en Hildigunnur, þú getur kannski hjálpað aðeins með þessa analýsu sem við erum búin að vera að tala um. Hvað er það sem að tókst ekki í kvikmyndinu? Þú veist, það er stemt að því að gera kvikmynd. Já. Af hverju virkaði það ekki? Að því við erum sko amatúrleikarar frá Íslandi að tala á ensku. Þetta er bara hrikalegt. Og við gerðum leikmyndina á þú veist, hvert einasta item er svona max 20 mínútur. Við höfðum ekkert mikinn tíma til að gera leikmyndina. Þetta er allt gert á 1 mánuði. Þú veist, það bara, maður var að gráta og láta lemja sig. Bara í einni senu með gerfublóð og svo bara sjanghæjaði maður sér yfir í verkstæðið og þurfti að gera eina trúverðuga gluggakistu og rústir. Eða barnalíkistu. Það var stemning. Það var skemmtilegt. Já, og þetta er allt saman bara, þú veist, ómögulegt, sko. Já, menn það var svona, þú veist, það er þessi ómöguleiki í þessu öllu saman, sko, sem að já, en einhvers staðar innst inni vissi ég samt að þetta er eiginlega aldrei bíómynd, sko. Ég held, þú veist, ég vissi það innst inni. Ég man eftir alveg augnablikum það sem þú hélst að þetta væri bíómynd, sko, og Já, það, að því að, þú veist, maður varð drukkinn af, Það var veggur í Vínarborg. Þegar við labbaðir inn, þá var, sko, verkstæðið, málingar og smíðaverkstæðið. Inni í miðju sýningarrýmisins, þar voru tökur. Voru með skjái sem að sögðu on air eða silence please, þegar það var verið að taka senur og svo hinum megin var búningaherbergi og þar sem maður gæti grátið þegar maður búin að vera að vinna 14 tíma. Og fólk mátti líka sjá það, sko. Já. Var allt í boði og þar inni voru skjáir, muniði, sem að fór að safnast upp með öllum tökunum. Eftir því sem að hann sá veggur jógst og þá allt í hennu fór ég að velta því fyrir mér hvort þetta væri kannski ekki bíómynd. En bara það var verið að mála 40 fermetra leiktjöld þarna upp á vegg og þið getið gert óbúslega lítið úr þessu en þú veist, ég held líka að fólk hafi verið bara sko, þetta var náttúrulega, þú veist, þetta hérna er verk en verkið hérna geðsjúkir íslenski listamenn apar einhvern veginn að ströggla í þessu stúdíói, það var líka rosalega magnað einhvern veginn og það voru svo stór tjöld og kjartaði á mér hljómsveit þarna. Já, það var hljómsveit. Já. Það voru öll mjög skrítin, skilur við. Og við vorum öll einhvern veginn að gera okkar besta af því það verður það sem maður verður að gera. Og Davíð þó var náttúrulega að vera geðveikur af því hann leikur Óla Kárason og hann var með svo mikinn texta, hann var stöð að læra texta með litað rautt hár í bara einhvers staðar út í horni í fósturstellingu. Þetta var rosalegt ástand. Hafið þið einhverja tilfinningu fyrir því hvernig gestir upplifðu þennan gjörning? Heldur betur. Ég á svo ótrúlega sterka minningu það sem ég er að gráta þar og svo mikið. Og ég er ekki menntaður leikari þannig ég þurfti að drepa föður minn í hvert skipti sem ég átti að kreista fram tár. Það var hörmulegt, ég er búin að segja hann þetta er ekkert sjokk fyrir hann. Og ég sit þarna yfir að kjökra sem 13 ára pilturinn sem ég var og hérna meginn sátu svona hipsterar, svona vínar hipsterar og skelli hlóu og hinum meginn stóð hérna gamli maðurinn sem kom á hverjum degi og var fastagestur og grét yfir fegurðinni. Þetta var og við heldum öll að þú væri næsta Magga Vilhjálms En svo við séum ekki bara á yfirborðinu Halldór dýftin, þetta verk sem sagt, bara skáldverki Heimsljós hvernig sérð þú það sem grunn að þessu? Sérðu einhverja parallelur að því sem við erum að reyna að gera í þessu verki Ragnars og síðan það sem við erum að reyna að gera í bókmenntaverkinu? Já, alveg bara ekki spurning sko og þú veist
Ég held að þetta sé svolítið hérna svona snjótillingur í snjóstormi einhvern veginn en í leita fegurðinni og í 1 mánuð var þetta ekkert nema það. Þetta var bara ljósvíkingurinn á sínum verstu augnablikum einhvern veginn, 30 talsins, allir að halda að þau væri að gera snilld sko og hérna og já, bara ekki spurning sko. Og þetta var jafn önd einhvern veginn en á allra flottustu stundunum í þessu verki þá alveg þar sem jökulinn ber við loft sko. Ætla ég að fá að segja sko. Þetta er tvennt ólíkt, sem sagt Höll Sumarlandsins heitið á gjörningnum og síðan erum við núna 10 árum seinna að horfa á verki sem varð úr þessu, Heimsljós, líf og dauði listamanns. Sama spurning til þín Ragnar, þessi sko, þetta svona biblía þín, þannig að það svona svolítið persónuleg saga þarna og kannski önnur heldur en bara það sem stendur á bókin. Þetta talar sérstaklega til þín og þinnar æsku og allt þetta. En reynda aðeins að fara með okkur út í þetta. Hvernig sérðu samlegðina á milli þessara verka, bókmenntaversins og því sem við upplifum hér? Sko það sem að ég held að ég heillast svo af Heimsljósi af því að hún þessi bók eðlilistarinnar sem sko og hún sko náttúrulega bæði gerir, hún náttúrulega skrifuð einhvern veginn í deglu módernismans hinn rómantíska listamann og þú veist það og í bókin að gera lítið úr henni póetísku þrá listamannsins að reyna að skapa eitthvað úr því að horfa á ský dragast í sundur bæði að hlæja því og að upphefja það á sama tíma og það svo mikið kraftur þessar bókar að hún það sem jökullinn ber við loft það skrifað hérna Já, það bara eins og bara eitthvað spaug sko. Það bara eitthvað spaug að skrifa, að allar þessar stórkostlegu setningar líka írónískar og það sko af því að mér finnst svo spennandi þegar listin á þessum titrandi stað milli alvarleikans og þú veist og bara, ég bara eins og lífið það bara svo alvarlegt og hlægilegt á sama tíma og það fáir listamenn sem að mér finnst einhvern veginn hafa túlkað þetta betur en Halldór Laxness og í þessari bók sérstaklega og það var og það sem að þetta verki og ég vilja sjaldan séð það sko því að núna líka það í þessum glymjandi sal að þetta bara eins og svona súpa af stórum orðum bara fegurð, sársauki kraftbirtingar hljómur guðdómsins explosive sonics of divinity og þú bara í áhverjandi bara svona, það bara hellist yfir þig allar stóru hugmyndir listina og svo náttúrulega líka það sem svo áhugavert í bókinni og það þessi tilfinning pólitík og að hvar stendur listamaðurinn þarf hann að taka afstöðu Örn og Úlfar þarna náttúrulega stór karakter sem að berjast fyrir sem að berjast fyrir réttlæti og að eins og að listin að berjast fyrir réttlætinu en Ólafur Kárason vill bara hugsa skýin og heiminin og það finnst mér líka áhugavert að þessi bók skrifuð náttúrulega þarna í sko bara þegar fasismin bara allstaðar í gangi og líka þessi fegurðarþrá hans hún endar í að verða pervert og fremja sjálfsmorð og það svo svakalegt hvert fegurðarþráin fer með okkur Hildi Gunnur, þú eru náttúrulega öll myndlistamenn en bara, svo ég spyr ég þessi myndlistamann tekur þú undir þessa afstöðu til listarinnar sem kemur fram í verkinu sem Ragnar að lýsa já. Og hlutverk listamannsins og þessu verki, eins og það birtist okkur hér já. Algjörlega, ég meina þetta bara afstæða þessi stöðuga hvar á listamaðurinn heima á hann heima í kokteilboði á Bessastöðum eða í jöggingalla með bónuspoka í Bíkó, þú veist, og þetta einhvern veginn svona þarf hann að skipa sig í fylkingar með pólitík en mér finnst þetta að vera listamaður þá verður að vera einhvers konar fríríki
og ég held að, að þetta verk sé að sko velta fyrir sér þeirri stöðu að vera þetta fríríki sem vill horfa á ský og sjá fegurð og verða ekki að neinu gagni og enda síðan alltaf í þessum ömurlegu örlögum en það eru örlög listamanna. Halldór, hápunktar, lágpunktar úr þessu ferli, smá sögustund. Hnífarnir? Við keyptum nú kastnífasett þarna sem ég skal viðurkenna, Hildigunur, þú varst betri en ég að kasta kastnífunum og hérna. Satt? Nei, þetta var náttúrulega rosaleg upplifun og ég hef aldrei gert neitt svona, hafði aldrei gert neitt svona áður og ekki eftir einhvern veginn, ég var ekki orðinn 30 þarna, sem annars skellur, skiljiði, en hérna, en sko að lágpunktum, ég man ekki eftir lágpunkti hérna, þú veist, þetta var högg þegar komst að því að, þú veist, maður hafði kannski ímyndað sér að maður yrði svona, ef maður væri framlár þá getur maður bara mætt hádegi, en nei, það þurfti að vakna okkur einasta morgni þarna og gera bíómynd Óla Kár ljósvíking og þetta var erfitt sko, en ég man einhvern veginn þegar þessu lauk öllu og ég hafði þá verið að vinna í leikhúsi og í leikhúsið þegar það gerð uppsetning á verki þá verða allir ofboðslega miklir vinir og það borðað saman og allir verða svo miklir félagar og svo frumsýnt og enginn heyrist nokkuð tíman aftur sko. Og þið voru alls svo mærðarlega eftir þetta og ég sagði, ég veit alveg hvernig þetta ekkert okkar á eftir að ég hef aldrei eftir að hitta ykkur aftur af því ég nefnilega ekki myndlistarmaður sko, og þið sögðu svo eftirminnilega að þú Hildigunur sagði nei, við erum ekki leikarar, við erum myndlistarmenn og þú munt aldrei losna við okkur og það alveg rétt, við erum ennþá öll vinnir og ég hættur að vinna í leikhúsi, jæja. Hvað segir þú Hildigunur? Tímann? Há- og lágpunktar? Há- og lágpunktar, já. Það náttúrulega hápunktur var þegar ég fórnaði hárunu fyrir hlutverkið. Það held ég hafi verið magna dæmi og líka niðurlægingin að láta annan mann lita hárið á sér eftir mínum lit. Það var eitthvað svona þú verður rauðherður. Það var skemmtilegt. Fáðu meira, já það verður skemmtilegt. Já það voru náttúrulega engir lágpunktar nema bara kannski nákvæmlega sama að þetta væri svona, ég ætla að nota þessi orð og ég ætla að nota þau léttvægt, þetta var svona listþrældómur en hann eins og örlög listamannsins kannski smá tragískur en líka guðdómlegur og þetta voru dásamlega örlög að þurfa að sinna þessu hlutverki. Ragnar, nú hefur þið sett þetta verk upp náttúrulega daldið oft og þið og ykkar teymi. Þetta orðið 10 ára gamalt verk. Hvað ætli þetta séu 5 til 10 skipti sem að verkið hefur verið sett upp víða. Getur aðeins bara talað það hvernig að sko, setja upp verkið í ólíkum rýmum? Þetta alltaf sama verkið eða þetta uppgötað upp á nýtt? Eitthvað núna 10 árum síðan sem þú sérði í því sem þú sást ekki áður? Sko, ég hef yfirleitt sko sett þetta verk upp þannig að það mjög mikið unnið með því að hafa sko allt hljóðdempað og svartan kassa og bara að þú komir bara inn í þetta nánast eins og bíósal en síðan var það bara í samræðum ykkar Ingibjargar þar sem að kom þessi hugmynd Ingibjörg kom með þessa pælingum að það bara rýmið ætti bara að vera rýmið listum Reykjavíkur og bara ekki einu svona teppi og engar og við ákveðum að kýla á það og núna finnst mér sko verkið vera í þetta bara svona þetta var það sem þetta á að vera svona af því að það sem gerist að þú veist þetta hættir að vera sko svona mikið vídeóverk og verður meira að þessum málverki skúlptúr sem það sem þú bara þú labbar inn í þessa súpu af grosse Gefühle, súpu af stórum tilfinningum og þú veist og það eitthvað svona já þú veist þetta svona og verkið okkur þarna
nær núna að vera þarna á milli þess að vera bara aumkunarvert og vagnerist og það er ég alveg afskaplega þakklátur og þakklátur listasafninu fyrir að gefa verkinu þetta stórkostlega rými og mér finnst að vera í einhverjum algjörum blóma núna sko. Þannig að aldrei verið betra. Það styttist í það að við fáum að njóta þess, kæru gestir, en við höfum nú á samt sem áður nokkra mínútur til þess að setja hendur á loft ef einhver skildi vilja spyrja einhvers hvað sem brennur á vörum ykkar. Þá get ég komið með mikrofónin til ykkar og ykkur gefst færi á að aðstoðarleikstjórinn með komment. Ólafur Kárason eldri með komment. Og þess má geta að aðstoðarleikstjórnin hans Kjartans fór ekki þannig fram að hann var að aðstoðar Ragnar á setti, hann fór leikstýrði senunum í öðru rými og svo fekk Raggi bara í hendurnar og gerði svona finishing touch sko. Þetta var alvöru verksmiðja sko. Þetta var svona verksmiðja sko. En þú veist, en bara líka þú veist það sem við vorum að tala svona þú veist, þetta er náttúrulega svakalegt að gera vinu sínum þetta og ég er með svona smá samvinskupið, þetta er svona eins og að vera þú veist, svona einhver hlæjandi einræðisherra að hafa, þú veist, komið þessu í gegn. Já, hún varst engin einræðisherra, ég skal lyfta þessu samvinskupið að þér. Að sko, tilfinningin var, það vildu allir vera þarna í þessum þrældómi, vildu allir og það höfðu allir val. Og en líka það er svo ofboðslega gaman að fá að vera að taka þátt í einhverju og vinna eins og berserkur og bara gera og græja og þurfa síðan ekki að bera neina ábyrgð á því. Og það er það sem þú þurftir að bera, þú þurftir að bera ábyrgðina á þessu. Að þetta var náttúrulega rugl það sem við vorum að gera. Það er spurning og svar. Ég mér langaði Sæll. Ólafur Kárason eldri En Markus spurði upphafið sko, hver þín aðkoma var að verkinu og þeirri spurningu er ósvarað og mér langar eiginlega að spyrja fyrir utan alltaf hafa látið verki gerast að því ég er eiginlega áhverjandi en það er mjög áhugavert því að aðkoma Ragnars per se að verkinu hann er í þessari milli skiljiði. Hann var í rauninni ekki inn í verkinu en samt inn í ég er áhuga að heyra hver var þín aðkoma sem ég ætla að ítreka þína spurningum Markus mér er svo flott, ég veit að Raggi mun fara með okkur á fallegan stað veistu hvað ég er að tala um? Sem sögumaður? Nei, já þú veist, það er náttúrulega sögumaður en bara hver þín aðkoma bara cold shot Já, bara að verkinu sjálfu og í verkinu Og hvaða hlutverk þú ert að spila? Sko það sem ég mitt náttúrulega það var eitthvað svona ákvörðun sem við tókum þegar við vorum að skrifa handritið að það væri svona sögumaður og að sögumaðurinn væri eiginlega sprottin upp úr Sigurði Breiðfjörð þannig sé þetta var eitthvað svona rugl, það sem var hann í hvítum smoking að því að Sigurði Breiðfjörð var alltaf í hvítum smoking svo allir vita en samt sko þú veist, þetta er, þú spyrir svona með mín aðkoma, þú veist, þetta er ótrúlega, sko, að því að, þú veist, ég hef, sko, að því að verkið snerist svo mikið það að búa til verkið. Og þetta var svona, mér langaði að gera verk það að búa til heimsljós. Og það er það sem verkið er og mín þú veist það sem ég er að gera er að þú veist að fá vini og fjölskyldu og bara einhvern veginn að leiða saman nánast svona einhver svona sneiðmynd úr Reykjavíkur senunni og Shanghai hana alla til Vínarborgar þar sem við drukkum og átum óg það var svo rosa fínn kokkur en hann eldaði eiginlega bara snitsel og við borðum ógeðslega mikið af snitsel og vorum bara böðuð í fegurðinni í þessum blessaða jökli þarna. En ég held að það sem Davíð hafi verið að höggva eftir er að sko í loka atriði kvikmyndarinnar þá stígur sögumaðurinn inn og renn og ljósvingurinn og listamaðurinn Sigurður Breiðfjörð þeir renna saman í eitt þetta var síðasta atrið sem við tókum upp síðasta atrið í bókuna var síðasta atrið sem tekið var upp og
svona upplifir eitthvað katharsis þar? Nei, ég upplifði bara, nei. Ég man bara það í þessu atriði þá held ég snutan Davíð Þór og ég vorkenndi honum svolítið. Þetta var rosaleg mannraun að læra allan þennan texta og Davíð Þór og Hildigunnur þau voru barinn og sérstaklega Hildigunnur kannski varð fyrir mesta hún var svívirt þarna. Hún var svívirt og barinn. Nei, það kemur einn það er einhver smá samviskubit yfir þessu öllu saman það er þannig minni aðkomi líka. Já. Það er smá gerendaorka í þessu. Fyrirgefið. Nei, mér langar að segja við horfðum á þessa mynd í Landásveginum hjá okkur en við vorum búin að fá mikið af góðu hvítvíni og við vorum öll alveg óskaplega kátt og ánægð með okkur yfir okkur hrifin að þessari mynd og fannst hún frábær. Þá stóð upp kona Stanna og sagði, þið eru vitleysingar, þetta er algjörlega ómögulegt hjá okkur. Og þá fór Ragnar að hugsa sér Já, svona var þetta. Rétt skal vera rétt. Það var Hildur sem hún var Henni bauð við þessu en það var hún ekki með í geiminu, sko. Já, hún var sem að keisarinn í einhverjum fötum. Akkurat. Krakkinn. Það er gott. Gott fólk, ég held að við sláum botnin í þetta. Hjartans þakkir fyrir að vera með okkur og ykkur í panelum, Halldór, Hildigunnur og Ragnar, ástæð þakkir fyrir. Ég segi gleðilega safnanótt, farið og gæðið ykkur á veitingum, en eins og alltaf þá fer maður ekki með veitingarnar inn í sýningarsalinn, heldur stendur í því hérna fyrir utan. Sýningar uppi líka, opin bar hérna uppi í horni, pop-up bar og svo bara safnanótt til klukkan 11 í kvöld. Skemmtið ykkur vel. Má þetta svona eins og